Við erum hér staddar í gamla bænum í Glaumbæ í Skagafirði og það einmitt hér sem að þið bjóðu upp á þessar rökkurgöngur. Hvernig byrjaði þetta hjá okkur? Já, þetta byrjar 1995, þannig að þetta er 20. árið sem við bjóðum upp á rökkurgöngur. Já. Og við skemmtum okkur alltaf jafnvel starfsmennirnir, en við höfum haft mismunandi hátt á rökkurgöngunum, við höfum ýmist boðið einu sinni á hverjum sunnudegi, tvisvar annarkvöld sunnudag og núna á þessu ári bara einu sinni eitt sunnudag, bara vegna aðstæðna. Þannig að við erum með Áskaffi opið líka á sama tíma og aðeins fyrr enda því Áskaffi opnar klukkan á háti og lokar ekki fyrir 7. Við erum klukkan 4 á sunnudeginum. Hugmyndin er auðvitað að gefa fólki möguleika á að upplifa kyrrðina, rökkrið og þessa stemmingu sem að gamlir torfbæir bjóða upp á einir. Því það er engin önnur húsakynni bara sem þú gengur með samskonar, þú færð ekki neina svona tilfinningu annars staðar. Því að þú gengur inn í myrkrið og eldir litla kertaljósið af því við megum ganga með því hendinni en alls ekki hafa annars staðar lifandi ljós auðvitað. Og fólk verður bara að hafa skynjunina mjög skarpa því að þú veist ekki hvað þú stígur niður almennilega og þú veist ekki á hvernig þú rekst. Þannig að þú eru bara að treysta okkur til þess að fara með þig bestu leiðina í gegnum bæinn. Og það er náttúrulega allt öðruvísi að upplifa þetta án þess að sjá vel. Og kyrrðin hérna inni er ótrúleg því að það heyrast varla hljóð. Og þegar fólk er komið inn í húsin sem við köllum, úr göngunum, þá veistu ekki lengur hverjir eru frammi vegna þú heyrir ekki í þeim. Þannig að auðvelt að týnast í þessum bæ, ef maður fer nú villu vegar. En það er alveg rétt, það er pínlítið einstakt að standa hérna í myrkrinu, en það er samt ekki óþægilegt. Verðið ekkert vör við eitthvað svona skuggalegt? Nei, aldrei. Það bara hefur ekki komið fyrir þessi 20 ár. Það er einstaka gestir sem verða fyrir svolítum ónotum að því mér skilst. En það er afar sjaldan sem við heyrum það. Og auðvitað er til líka bara fólk myrkfæli. Og það er ekki sennilega góð tilfinning hér inni. En veistu hvernig það var hér áður fyrir? Var fólk ekki ofta einmitt myrkfælið? Jú, fólk var mjög myrkfælið ofta áður fyrir og það var alveg skítrætt við að fara út úr baðstofunni. Margir hverjir. Og þarna myrkrið er líka svo svart þegar þú ferð inn í búrin til dæmis að ef þú þekkir þig ekki vel í umhverfinu þá getur þetta verið svolítið ónotalegt og mörg börn upplifðu til dæmis óttan við að fara með fæturnar út úr rúminu af því að það var svo dökkt niður sko og svart undir rúminu, hvað var þar? Já, skrimsli. Annað en koppurinn. Akkurat. Já. En í þessari rökkurgöngu þá segið þið sögur, ekki satt? Við segjum alls konar sögur. Það er bara, við rifjum upp gamla sögur sem að tengjast þessu umhverfi. Við rifjum upp sögur Grýlu og Leppalúða og hyskið það, jólasveinana. Við segjum gamla sögur af svona forynjum og tröllum og álfum og eins líka bara svona reynslusögur frá fólki sem hefur alist upp og ólst upp við þessar aðstæður. Það er náttúrulega alveg ótrúlega margar merkilegar og skemmtilegar sögur þannig til. Áttu eina? Já, mér dætti bara í hug af því að við erum núna svo mikið upptekin af Grýlu. Ég veit ekki af hverju Grýla er allt í einu dottin inn svona sem merkilegt fyrir bara en af því að það stendur svo mikil ógn af henni eða gerði. Það er ekki núna í dag eins og þá. Nei. Að það er reyndar ekki saga en það er bara eitt af því sem við viljum minna á. Það er þessi að sigrast á óttanum við eitthvað. Eins og Grýlu að bjóða hana bara velkomna. Við gerum það og hún er ekkert óttaleg lengur en það segir í kvæðinu hún sé löngu dauð. Já. Þannig að hún er bara meðal okkar sem ímyndun eða hugmynd. Akkurat. Og við meðhöndlum hana þannig. Og það er kannski hægt að heimfæra þetta á aðrar fóbíur að bjóða bara velkomnar. Það er hægt að gera það held ég. En það eru svo margar sögur sko. Það er eins og sagan eyfirska bóndakonuna sem að fekk álfana í heimsókn á jólanótt. Já.
og það er ekki langt síðan að ég las þá sögu og hún bauðum, semst létstum ekkert væri og börnin, það kom fyrst börn og klöppuðu henni allri og skriðu upp í til hennar og hún, þau fóru að leika sér að kertinu hennar sem hún var að lesa eitthvað, það kemur ekki fram í sögunni, hvað. En hún skipti kertinu í jafnmarga part og börnin voru gaf þeim. Svo kom inn maður sem lét sér allt við hana og hún vildi ekkert með hann hafa. Og eftir honum kom inn bláklædd kona sem bauð henni eitthvað af því hún var búin að standast allar freistingar. Já, einmitt. Þannig að það er einu stundum á þolrifin að vera einn heima á jólanótt. Já, ég skal trúa því. Greinilega. Já. En það er alls konar svona sögur. Og þið segið svona alls konar, já, bara íslenska sögur hérðan úr nágrenninu sem tengjast. Já, við reynum að tengja það með einhverjum hætti inn í líf sem að fólk bjó við í þessum bæjum. En auðvitað getum við fiskað sögur alls það frá. Já, og gestir gerast kannski sögumenn. Og gestir gerast sögumenn, einhver með þeir eru yngri en 10 ára. Já, ég skil. þá þurfa þeir líka að fá að sér að segja svona sögur, það er skemmtilegt. En af því að við erum búin að vera með svo lengi, þá er ekkert að koma kynslóðin sem kom fyrst með börnin sín. Já, skemmtilegt. Og þau eru með svona reynslusögur úr rökkurgöngunni. Já, einmitt. Sem er náttúrulega eitthvað sem maður upplifir ekki nema í gegnum þau. Það er mjög skemmtilegt. En þið segið ekki draugasögur eða hvað? Nei, við reynum að verjast með draugasögurnar því að þær draga stundu dilka eftir sér. Já. Og það er betra að fara með góða menningu en einhverja drauga á eftir sér. Akkurat, það er kannski ekki beint jólalegt heldur. Ekki beint jólalegt. Nei. En segðu mér aðeins frá bænum, það hafa staðið yfir einhverjar endurbætur, það er náttúrulega mikill ágangur ferðamanna hér. Já, það er stöðugur endurbætur og við erum að reyna að verja hann þannig að hann standi nú, ekki til eilífðar, en við endurnýjum hann þannig að hann geti staðið til eilífðar, segjum við. Já. En vegna mikils fjölda, fóta, skóa sem gangum og á hörðum sólum, ekki svona skinnskór mjúkir eins og í gamla daga. Nei. Þá erum við búin að vera að verja gólfin og hlaðið með ýmsum hætti og erum að reyna að gera það þannig að það sé ekki mjög mikið eftir því tekið. En auðvitað breytir þetta aðeins í myndinni, svona smátt og smátt. Var ekki hægt að bjóða bara upp á skinnskó hérna fyrir utan? Jú, það væri hægt en þá er þið sennilega góð biðröð. Já, akkurat. Akkurat. En fólk getur sem sagt komið hingað til ykkar á sunnudaginn og tekið þátt í rökkurgöngu. Já, 4:00. Allir velkomnir.